Komið sæl og verið velkomin í frétti vikunar með Snorra Mássyni, ritstjóra þann 14. júní 2024. Vikulega fréttaþáttinn með einföldu grunngildin sem þið þekkið, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Ég heilsa ykkur frá Siglufirði, þar sem ég gengi heila hjónaband á morgun. Ég að fara að kvæðinast konu lífs míns, Nadine Guðrúnu Jaggi, fallegustu konu á Íslandi, segja sumir, móðir barnanna minna. Og þess vegna ég staddur hér á Siglufirði. En hef ég einhvern tímann brugðist ykkur með þátt? Ekki hef ég séð það sjálfur og það ger ég ekki heldur í dag. Ég stend við skuldbindingar mínar hér eftir sem hingað til, en nefni að vísu lauslega hér að í næstu viku ætla ég að dveljast í uppsveitum Árnessýslu hríð ásamt nýrri eiginkonu minni í fríi og í sveitinni ætlum við að halda upp á þennan áfanga, ástina eins og við köllum það, og auðvitað 80 ára afmæli íslenska lýðveldisins sem ég gerir ráð fyrir að þið séu líka fagna í næstu viku frá 17. júní. Gæti tilefnið verið verðugra, spyr ég held ekki. Og engu að síður nefni það hér að það kemur samt episkur aukaþáttur út í staðinn á föstudeginum, þannig að ekki örvænta. Fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Þorgrímsson Byggingarvöruverslun er minn staður til þess að kaupa efni tengt framkvæmdum heima. Baðflísar, panelar, alls konar, virka líka skrifstofur auðvitað, en frekar skrifstofur jafnvel, ódýr efni sniðuð til að leysa málin heima við. Gera hljóðvistina betri, bæta hljóðvistina, allt mögulegt. Þorgrímsson. Og svo Happy Hydrate, þetta er málið. Sko, þetta er málið. Þetta er öflugt íslenskt sprotaverkefni sem allir að kaupa, allir að drekka. Ég ætla að bjóða brúðkaupsgestum mínum upp á Happy Hydrate, þannig að þau verða ekki þunn. Þú þarft þetta, þú þarft söltin, vítamínin. Ég leitaði sjálfur í alvörunni lengi að góðri leið til þess að halda mér vökva, ferskum og ég að finna með þessu, ég að þamba þetta. Happy Hydrate, ég finn mun, heldur mér lifandi. Fréttir vikunar. Það er margt að vera auðvitað. Nýr forseti var kjörinn fyrir 2 vikum og menn hafa ekki heyrt á það minnst allar götur síðan. Allir hættir að pæla í þessu, sem bendir til þess kannski að Halla Tíða muni í raun og veru sitja á friðarstóli fyrst enginn að tala um þetta. Hún er 7. forseti lýðveldisins og á mánudaginn kemur eru 80 ár frá því við fengum okkar fyrsta forseta Íslands, Svein Björnsson. Það er merkilegt þegar maður gluggar í innsetningarræðu Sveins frá 1945. Þá fjallar hún að langmestu leyti, skiljanlega út frá á tímanum, eða skiljanlega út frá tímanum, hún fjallar næstu bara varnarmál og utanríkismál. Hvaða samstarfi við eigum að vera í, hvaða bandalagsþjóðir viðurkenna okkur sem ríki, hvernig við tryggjum góðan útflutning og svo framvegis. Þetta er allt svona mjög utanríkis fókuserað. Og Sveinn Björnsson lofar til dæmis Jón Sigurðsson auðvitað, fyrir hans framlag, rétt eins og mæti menn gera þegar umræða sjálfstæði þjóðarinnar er annars vegar. Sveinn Björnsson lofar Jón Sigurðsson og Ólafur Thors gerði það líka í ræðu sem ég var að fletta í á dögunum þar sem hann fjallaði Jón Sigurðsson á 150 ára afmæli Jóns, þann 17. júní 1961 og það lýsti Ólafur Jóni svona. Sjónarhóll Jóns Sigurðssonar var svo hár að hann sá yfir fjöll og fyrnindi í allar áttir og langt fram í tímann. Honum skildist til fullnustu að frelsisviðurkenningin ein nægði ekki Íslendingum, svo sem þá var komið högum þjóðarinnar. Þess vegna barðist hann á 2 vígstöðum í senn. Út á við fyrir auknu þjóðfrelsi og heima vígstöðunum gegn fátækt, deyfð, fáfræði og vesaldómi. Hann skildi vel að það sem áreið var að manna þjóðina og mennta hana á öllum sviðum, vekja metnað hennar og kenna henni að græða óræktaða jörð og berjast við óblíða náttúru eftir nýjum leiðum. Þetta sagði Ólafur Thors Jón Sigurðsson og það er ekkert nýtt undir sólinni í stjórnmálum. Þetta er allt spurningum A. frelsi, eftir atvikum þjóðfrelsi og B. framfarir. Og nú er liðinn allir þessi tími árið 2024, hvert hefur orðið okkar starfi í 600 sumur eins og við segjum, höfum við gengið götuna til góðs. Það eru frelsi og framfarir. Það eru svo sem ekki neinar alvarlega blikur á lofti frelsi Íslendinga. Við stöndum í skjóli máttugasta hernaðarbandalags heims og ekkert hefur svona með afgerandi hætti bent til þess að þar á verði nokkrar breytingar í bili. Sömuleiðis erum við ekki á leið inn í ESB í bili heldur, þótt flestir virðist sammála að EES-samningurinn sé bara fínn. Vissulega alltaf spurningar það hvenær EES-réttur er farin að þrengja valdi íslenska kjörinna fulltrúa, eins og með bókun 35 núna sem fólk er að ræða. Það er ekki flókið mál og þú heldur. Ég mæli með viðtali við Sigríði Andersen frá því síðustu viku það mál. Hérna er hlaðvarpsveinninn Snorri Másson ritstjóri, Sigríður Andersen fréttir vikunar. Það var gott viðtal. En við erum að tala framfarir heima við, sagði Ólafur Thors áhyggjur Jóns Sigurðssonar. Er fátækt hér, er deyfð, er fáfræði, er vesaldómur? Það er flóknari spurning. Jón Sigurðsson skildi að það riði á eins og hann sagði að mennta þjóðina á öllum sviðum og vekja metnað hennar. Og við spyrjum náttúrulega núna, hvernig gengur það?
Staða drengja í skólakerfinu til dæmis, töluvert er rætt um það, töluvert er rætt um þá stöðu eftir að ágætt skýrsla Tryggva Hjaltasonar fyrir ráðherrana kom út þar sem farið er yfir þessa stöðu drengja í skólakerfinu sem er býsna alvarleg. Það er alltaf verið að tala um þetta en við drögum fram nokkra punkta. 47% drengja getur ekki lesið sér til gagns við útskrift úr 10. bekk. Og þriðjungur nær ekki grunn viðmiðum í stærðfræði, náttúruvísindum og öðru. 47% drengja getur ekki lesið sér til gagns. Annar punktur, einungis þriðjungur nýnema í háskóla eru drengir. Annar punktur, eitt mesta brottfall drengja úr framhaldsskólum í Evrópu er á Íslandi. Annar punktur, nokkur hluti þeirra upplifir lítinn tilgang með námi og þeir upplifa að fá ekki áskoranir með færni. Annar punktur, drengir eru þrefalt líklegri en stúlkur til að vera með einkunnir undir 6,5 í framhaldsskóla. Þetta er staða drengja á næstu öllum sviðum áþreifanlega mikið verri en staða stúlkna. Persónulegri dæmi eru foreldrar að fjalla um það í sorglegum færslum á samfélagsmiðlum að verðlaunapallar á útskriftum í grunnskólum hafi margir eingöngu verið skipaðir stúlkum og að drengirnir hafi á meðan setið í salnum eins og illa gerðir hlutir með sinn óviðunandi árangur í ýmsum greinum. Það er staðan í grunnskólum og menntaskólum. En þessi undarlega staða hefur ekki dregið úr þrótti jafnréttis hugsunarinnar í íslensku skólum. Nýlegt dæmi barst ritstjórn úr grunnskóla í Reykjavík þar sem að stelpur voru sendar í vettvangsferð í spennandi fyrirtæki að læra tæknimenntun á háskólastigi en strákarnir voru hafðir í skólanum ef skeð kynni að þeir fengju áhuga á tæknimenntun og færu að eyðileggja það sem menn eru að reyna að stilla upp sem eru kynja hlutföllin í tæknigreinum. Ef við lesum aðeins úr tölvupóstinum, sælir foreldrar í 9. bekk. Á morgun skiptuðu árganginum í 2 hópa, stelpur og stálp og síðan strákar. Stelpur og stálp eiga að mæta í skólan kl. 8:45. Kennarar vara með þann hóp í verkefni sem kallast stelpur, stálp og tækni. Við munum fara í heimsókn í Landsvirkjun, enda svo í HR, þar sem við fáum frekari fræðslu. Þannig að þið heyrið að þetta er verið að gera þetta og það segir þarna að markmiðið með verkefninu sé að jafna kynjahlutföllin í tæknigeranum. Strákarnir fá einnig fræðslu en hún verður í skólanum og því lítil röskun á skóladeginum hjá þeim. Þetta sendur í þessum tölvupósti frá skólanum til foreldra. Stelpur og stálp fara í heimsókn í öflug fyrirtæki, öfluga háskóla og strákar fara ekki neitt, engin röskun. Fara vonandi, ef maður skilur þetta rétt, fara vonandi þá endanum ekki í tæknigeranum. Skal einhvern undra að árangur drengja sé eins lakur þegar skilaboðin til drengja frá skólayfirvöldum og frá stofnunum samfélagsins er svona skýr að þeirra þáttaka í tæknigeranum, mjög arðbær bransi, rísandi bransi, að þeirra þáttöku sé í grunninn ekki óskað, hún er óæskileg. Á meðan stúlkur og stálp eru hvött til að taka þátt og þeim eru gefin sérstök tækifæri á þessu sviði. Þar fyrir utan þá er sérstök rannsóknarspurning af hverju stálpum er skipað í flokk með stúlkum. Stálp eru þessi börn sem upplifa sér hvorki sem stúlkur né strákar. Ætli hugsunin þetta sé ekki að þetta séu hinn jaðarsettu kyn. Þótt maður velti fyrir sér hvert jaðarsetta kynið í skólakerfinu er í alvöru núna. Stjórnvöld segjast hugsa yfir þessari stöðu drengja eins og fyrir mér. Það er þessi skýrsla og þar eru 8 lausnir með 27 aðgerðum sem eiga að bæta stöðu drengja og snúa dæminu við. En ég held að flestir hafi mátulega trúa á nokkuð að því muni virka. Ef við viljum vera heiðarlegri og ef til vill eilítið kaldari í okkar athugun, þá getum við skoða málið út frá því sem við getum kallað kerfisfræðilegum kenningum, alvöru kerfisfræðilegum kenningum, það eru til. Ein slík kenning er frá bandarískum kerfisfræðingi sem hljómar svo. Tilgangur kerfis er það sem kerfið gerir. The purpose of a system is what it does. Tilgangur tiltekins kerfis er samkvæmt þessu þau áhrif eða sá árangur sem kerfið raunverulega framkallar. Það ber sem sé ekki að horfa á yfirlýst markmið eða neitt slíkt, heldur aðeins mælanleg áhrif kerfis og álykta út frá því tilgang kerfisins. Þannig að tilgangur íslenska skólakerfisins væri þá út frá þessu sjónarhorni að brjóta drengi niður og koma í veg fyrir að þeir fái notið sín. Ef tilgangur kerfis er það sem kerfið gerir. Ekki aðeins brýtur að reynda niður drengi, heldur leiða PISA-kannanir í ljós sífellt verri lesskilning hjá öllum íslenskum börnum. Það er ekki neitt gífurlega mikill munur á þeirri hnignun. Nánar tiltekið sögulegu hamfaraástandi sem birtist okkur í þeim efnum núna. Þetta gildir þvert á kyn. Og svo bætist við þessi sérstaklega ömurlega staða drengja. Þannig að ef við erum að skoða þetta svona og við segjum að ef árangurinn er þessi,
Þarf þá ekki að spóla tilbaka og spyrja út í tilgang kerfisins? Var það fullist á að hann eigi formlega að vera sá að brjóta niður drengi þannig að þá hlýtur hann að vera einhver annar en hver er hann? Hver á tilgangur skólakerfisins að vera? Tilgangur skólakerfisins getur verið að koma á algjöru jafnrétti kynjanna á hverju einasta hugsanlega sviði. Það getur verið að takist að mjaka okkur í þá átt. En það verður ekki án mikils fórnarkostnaðar á öðrum sviðum ef að þetta er tilgangur kerfisins. Það er á hinn bóginn líka hægt að taka sérstaka ákvörðun að tilgangur skólakerfisins sé einfaldlega að mennta fólk, sú róttæka ákvörðun að mennta fólk, að koma börnum til mennta. Ef við tökum þá ákvörðun þá held ég að sé hreinlegast að taka einfaldlega breytuna kyn alveg út úr þeirri jöfnu og einbeita sér að því sem skiptir þá máli eftir að svo ákvörðun er tekin, sem er að mennta börn. Eftir slíka breytingar þá gæti þið merka framtak stelpur, stálp og tækni fengið nýjan titil sem jafnvel gengi svo langt að hvetja bara öll börn til þess að finna sína ástríðu, að verða sérstaklega færi í einhverju ákvörðunu, einfaldlega að skara fram úr í námi og vinnu og þá væri mögulega hægt að hætta að skipta grandalausum börnum upp í fórnarlambskategóríur og hugmyndafræðilegum forsendum fullorðinna eins og margir í skólakerfinu eru greinilega farnir að líta á sem hlutverk sitt. Ég hef hins vegar rætt við aðra í skólakerfinu sem eru ekki jafn hrifnir af þessu nýja innrætingar hlutverki sem sumir hafa tekið sér, en þeir segja ekki mikið en það eru auðvitað eitthvað sovjist við þá tíma sem við lifum eftir allt. Það er opinber narratífa. Það er það sem er sagt opinberlega og síðan er það sem almenningur hugsar. Já, þetta eru menntamálin en almennt séð auðvitað einhver vókismi í loftinu, einhver sósíalismi, einhver hugmyndafræðileg dáleiðsla sem er sterk á meðal okkar og hefur kannski verið í lengri tíma en við höldum í okkar samfélagi. Guð er dauður, sagði Nietzsche, og var þá ekki síst að velta fyrir sér hvað kæmi í staðinn fyrir drottinn Guð. Hvað kæmi í staðinn fyrir hina kristnu heimsmynd, fyrir hina kristnu hugsun eftir að sú trú hætti að vera okkar móralski áttaviti. Það var það sem Nietzsche var að hugsa og Nietzsche sagði þetta seint á 19. öld. Guð er dauður og hver veit hvað tekur við og við vitum hvað tók við, hvers konar upplausn fór í hönd á þeirri 20. Evrópubúar höfðu mist trú á Guði sínum og fundu nýja trú og það voru í grófum dráttum, ef við ætlum að stilla þessu þannig upp, stjórnmálastefnur, getum við sagt, með nýjum himnaríkjum, nýjum útópíum og nýjum óvinum, nýjum fjendum, fasismi, sósíalismi, kommunismi, nasismi, frjálslynd lýðræði, alls konar í því dæmi. Sósíalismin lifir enn á meðal vor, honum stundum stilt upp á móti kapitalismanum, sósíalismi eða kapitalismi, sem er samt að mati margra auðvitað misskilningur. Þeir segja, og á það hefur verið bent, að kapitalismin sé í raun og veru bara maskína, bara vél, bara skipulags aðferð, á meðan sósíalismin er mórölsk hugmyndafræði sem segir hvað er gott og hvað er vont, jöfnuður er góður, jafnrétti, velferðarkerfi, endur út, deiling, verðmæta er móralst góð. Þetta er, gæti maður sagt, í grunninn það sem er í gangi innra með vinstrimanninum, það sem útskýrir hans pólitísku afstöðu að hann hugsar vinstrimaðurinn, við reynum að fara inn í huga hans og ég var það sjálfur og er örugglega vinstrimaður í einhverju skilningi en það, hann hugsar vinstrimaðurinn, ég trúi á að ríkisvaldið eigi að færa til verðmæti á milli hópa vegna þess að það er siðferðislega gott að hugsa þannig og þar með er ég orðin góð manneskja. Ég er góð manneskja út af því sem ég trúi. Og í gamla daga hefði þessi manneskja verið góð manneskja í augum Guðs á meðan það var einhvers virði. En núna ertu góð manneskja í augum vinstri-stefnunnar, í augum hugmyndafræðinnar og það er breytingin. En það er áhugavert að líta á þetta svona. Og þetta er auðvitað líka ástæðan fyrir því að mörgum hægrimönnum og mörgum vinstrimönnum gengur oft illa að komast að sameiginlegri niðurstöðu þegar þeir eru að tala um annarkvort kapitalisma eða sósíalisma. Því að kapitalismin sem hægrimenn trúa á er ekki kannski endilega að sama leyti mórölsk hugmyndafræði, heldur bara tillaga að gangverki. Hún er tillaga að kerfi. Hún hefur ekki móralskt inntak um það hvað er innilega siðferðislega gott og rétt og hvað ekki. Á meðan vinstrimennskan, sósíalismin, er mórölsk hugmyndafræði þar sem það er skýrt hver er vondur og hver er góður. Auðvaldið er vond, verkamaðurinn er góður. Þess vegna segjum við náttúrulega að segja hvort öllu kapitalismi eða sósíalismi er í einhverju skilningi eins og bera saman epli og appelsínur. Það er umhugsun efni. Að öðru leyti þá er þetta hægri og vinstri mjög á reiki þessa dagana. Mæli með í sambandi við þetta Michael Solana blaðamenn hefur talað um þennan misskilning á milli kapitalisma og sósíalisma. Mæli með að skoða það, Michael Solana. Þetta er á reiki. Í fréttum vikunar dró það til tíðinda að einmitt öfga hægri flokkar unnu mikla sigra í kosningu til Evrópuþingsins. Þýskir, spænskir, belgískir, spænskir öfgaflokkar eins og eru kallaðir, allra þjóða kvikindi. En hvað er þetta öfga hægri? Við ætlum að fara yfir það hérna eftir smá, en fyrst ætlum við aðeins að velta einu fyrir okkur. Fréttir vikunar í samstarfi við Reykjavík Fótó. Mynd, hljóð og ljós
Það ótrúlegt hvað hægt að gera árið 2024 bara með það að kaupa mjög sanngjarnt verðlagt ódýrt dót hjá Reykjavík Photo og raunverulega eru gæðin eins og hjá fagmönnum. Fagmenn versla líka við Reykjavík Photo. Fréttir vikunar eru líka í samstarfi við Myntkaup. Ég segi stundum auðvelda leiðin til að kaupa Bitcoin. Margir að fylgjast náið með Bitcoin þessa dagana. Peningamenn eru farnir að verða mildari gagnvart þessu, þeir sem höfðu efasemdir, aðrir hafa kannski ennþá efasemdir, en þetta er áhugaverður eignaflokkur, áhugaverð þróun. Ég mæli sjálfur með að leita allir Myntkaupa, myntkaup.is. Ef það ætla að fara í rafmyntirnar, þeir eru vottaðir af fjármálaeftirlitun og svo framvegis, það er örugga leiðin til þess að dýfa tánið inn í þennan eignaflokk og jafnvel vera með stórar fjárhæðir eins og sumir eru. Önnur tilkynning áður en við höldum áfram. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Já, við nefndum kosningar og sigurför umræddra öfga hægri flokka í Evrópuþingskosningunum í vikunni. Evrópuþingið er sem sagt lýðræðisvettvangur Evrópusambandsins, ef það er ekki þversögn. Það sem þjóðirnar kjósa inn á þing sem er þó ekki mjög áhrifamikið, skilst mér, svona í allri ákvörðunartöku, en svona Evrópuþingskosningarnar skipta máli að það eru stöðutaka á fylgi flokka. Það eru eins konar millikosningar í mörgum Evrópuríkjum og ef til dæmis ríkjandi stjórnarflokkar fá mikla vantraustsyfirlýsingu, lítið fylgi þessum flokkum, þá hefur það áhrif á þeirra umboð. En þær voru nýlega og á þessum lýðræðisvettvangi Evrópusambandsins, þar sem að flesti vita þó og margir líta svo á að kerfið ráði, ekki kannski endilega kjörnir fulltrúar. Og það er mjög áhugaverð grein eftir Diljá Mist Einarsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem skrifaði heimsókn sína nýlega til Strassborgar, þar sem að henni misbauð réttilega hvernig ókjörinn starfsmaður á vegum Evrópuþingsins, háttsettur, að nafninu til óháður embættismaður, forstöðumaður, hvort það hafi verið kosningaherferðar skrifstofu þingsins, fór eins og Diljá orðar það grímulaust yfir áhyggjur Brusselvaldsins af vinsældabylgju fyrrgreindra flokka, öfga hægri flokka. Þeir væru enda mjög gagnrýnir á Evrópusambandið. Því væri mikilvægt fyrir Evrópuþingið að standa fyrir kröftugri kosningaherferð mikilvægi Evrópuþingskosninga. Góð þátttaka í þeim væri líkleg til þess að draga úr vægi framangreindra flokka. Þetta skrifar Diljá Mist í þessari grein þessi kynni þennan mann. Diljá Mist segist hafa staldra við þessi sjónarmið að gera það líka, vinnur þessu gaur ekki fyrir þingið, bara eins og starfsmaður skrifstofarinnar, rétt eins og einhver myndi vinna á skrifstofa Alþingis eins og hún líkti þessu við. En er samt bara 100% pólitískur að vinna með ákveðnum öflum og gegn á öðrum öflum. Að forminu til þá ætti þetta að vera umhugsunarefni, en í seinni tíð er þó svona framferði réttlætanlegt í hugum margra stuðningsmanna kerfisins, stuðningsmanna flokkana sem fyrir eru, að skrifstofan, hinir ókjörnu, vinni líka gegn ákveðnum stjórnmálaflokkum, alls ekki síst vegna þess að þeir eru öfgaflokkar, þannig að hver vill ekki vinna gegn öfgamönnum. Það er erfitt að tala fyrir því að vinna með öfgamönnum eða vera hlutlaus gagnvart öfgamönnum. Sums staðar mætti lýsa þessu þannig að sé verið að taka lýðræðið úr sambandi til að bjarga lýðræðinu, en hvaða hægri öfgamenn eru þetta allt? Hver eru þessu öfgafullu hægri mál? Öfgahægri flokkarnir þessir, allir, margir, allan þeir sem verið að ræða núna í Evrópu, vilja margir vinda ofan af alþjóðavæðingu, takmarka alþjóðaviðskipti til að tryggja hagsmuni innlendra framleiðslu og starfsmanna þar. Þeir taka þjóðleg sjónarmið fram yfir alþjóðleg sjónarmið, þeir vilja takmarka frjálsa flutninga fólks yfir landamæri, þeir vilja verða óháðari Bandaríkjamönnunum og Atlantshafsbandalaginu, þeir vilja viðskiptahindranir, svo framvegis. Þetta er allt hægri málin, þetta eru sögulega séð augljóslega vinstri mál og sumt af þessu sem ég var að nefna, er kjarninn í stefnunni á þessum flokkum, þannig að þetta er allt í einu öfgahægri. Og þetta kemur þetta öfgahægri líka eins og Diljá nefnir, það kemur út á útlendingamálunum, það er þaðan sem held ég það sprettur að mestu leyti, en þess að hinn málin eru vinstrileg mörg. Hugtökin eru á reiki þessa dagana. Það eru augljóslega verulega hræringar í stjórnmálalífi í Evrópu. Mér sýnist af þessum niðurstöðum að tiltölulega víða í Austur-Þýskalandi séu AfD-Alternative für Deutschland með í kringum 40% af fylgi. Og þá erum við að tala um að annarkvor maður á þeim svæðum sé orðinn öfgamaður. Þannig að annarkvort er það staðan að annarkvor maður sé orðinn öfgamaður, annað eins hefur gripið í Þýskalandi svo sem, en hitt getur líka verið að öfgastimpillinn sé ekki endilega gagnleg aðferð til að greina það sem er í gangi í stjórnmálum þarna, þótt að sannarlega leynist augljóslega öfgamenn innan raða þessara flokka. Þannig að þessi stimplar sem er svona fleikt, þeir eru ekki endilega gagnlegir, það er kannski punkturinn sko.
annars skal engan undra í raun og veru annarkvor maður sé, þú veist, það væri líka alveg eðlilegt að annarkvor maður sé orðinn hægri öfgamaður á Vesturlöndum þegar maður fer yfir það hvað það er í augum sumra frjálslyndra fjölmiðla að vera öfgamaður. Það þarf ekki mikið til að falla í þennan flokk. Breski miðillinn Guardian sem margir Íslendingar taka nokkurt mið af hefur til dæmis skrifað greinar þar sem líkamsrækt sögð geta ýtt undir róttæka hægrivæðingu. Guardian skrifaði hér á sín tíma grein það hvernig líka væri hægt á því að öfga hægrivæðast við að fara að reyna að borða hollar. Politico skrifar aðra grein það hvernig öfga hægrimenn eru að reyna að stuðla því að fólk hafi möguleika á að eignast fleiri börn. Barneignir eru orðnar öfga hægri. Og fólk hefur tekið eftir þessu að furðulega margir hlutir eru orðnir öfga hægri. Arnar Sigurðsson, vínfrumkvöðull, nefnir á Facebook nokkur dæmi mál sem eru komin yfir til öfga hægrisins. Tjáningafrelsi eru öfga hægri, vísindalega staðreyndir og líffræði eru öfga hægri, landamæri eru öfga hægri og svo framvegis. Og þetta er raun og veru staðan, þetta er bara þróun í umræðinu og það er bara fyndið að fylgjast með þessu. Í grunninn ef maður hugsar út í það þá er eiginlega mætti segja fullt af skoðunum sem voru gjörsamlega meginstraums fyrir svona 20 árum síðan margar núna eyrnamerktar öfgaflokkum og skildar eftir fyrir öfgaflokka. Og ef einhver gleðst yfir því þá er það auðvitað öfgaflokkarnir. Þannig að það er margt að gerast í þessu. Við ætlum að fara í annað mál. Apple kynnti heimsbyggðina fyrir nýjum eiginleikum í iOS-hugbúnaðinum í vikunni, þar sem gervigreind leikur lykilhlutverk. Það hefur verið sótt að Apple að innleiða tækni stóru mállíkanana sem allir eru farnir að nota í stýrikerfi Símans. Og nú er stefnt að því með ýmsum hætti að vefja þessu einhvern veginn inn og sumpart eins og maður sá í þessari kynningu var hreinlega óþægilegt að sjá hvernig gervigreindin verður til þess látin lesa allt dótið manns, skilabúðin og allt annað, allar upplýsingarnar til þess að vera manni innan handar það hvernig maður á að svara almennt lifa lífinu. Getur reynda verið ógeðslega þægilegt en líka eitthvað svona ankannalegt við þetta. Það er ekki óumdeilt að Apple sé til þess að fá OpenAI til þess að þjónusta iPhone notendur beint í gegnum Siri. Segja sumir að slík ráðstöfun veki mikla spurningur það hvernig Apple mun sýna OpenAI þau gögn sem Apple býr yfir okkar persónulega líf sem eru mjög mikið af gögnum. Musk hefur tjáð sig gegn þessu, maður veit aldrei hvað vakið fyrir honum í því efni, en drama heldur áfram á þessu sviði. Það er ljóst að þetta er sviði sem er núna barist í tækniheiminum. Og það er alveg óljóst að þessu stíði hvor verður og hver verður ofan á. Hvernig lítur framtíð iPhone út? Það veit enginn hvernig framtíð iPhone lítur út. Hefði líklega enginn fallist á það til dæmis árið 2000 að borðtölvur ættu ekki eftir að verða dæmið heima af fólki. 10 árum síðar voru fartölvur farnar að seljast meira en borðtölvur 2010. Það er eins núna með iPhone, hver segir að þetta verði endilega leiðin okkar til þess að nálgast tækni í framtíðinni. Ef tækið er nógu fullkomið, það er það sem Apple verður að gera, það er rauninni stofningi á verðinum. Apple er merkilegt fyrirtæki, mjög merkilegt fyrirtæki, stórmerkilegt fyrirtæki. Við Bergþór Másson, bróðir minn, höldum úti einu fremsta hlaðvarpi landsins eins og ég nefnt, Skoðanabræður, þar sem við erum í vikunni að gera sérstakan þátt líf og störf Steve Jobs, stofnanda Apple. Hann átti lygilegt lífshlaup. Fæddur 1955, dáinn 2011, en umbylti heiminum með nýsköpun sinni, stofnandi Apple. Var svo rekinn frá Apple og kom svo aftur 12 árum síðan, 1985 til 1997, þegar hann sneri aftur til Apple einmitt og iPodin kom, MacBookin, iPhonein, iPadin, allt þetta dæmi. En þessi 12 ár, þegar hann var ekki á Apple, hvað gerði hann á því tímabili? Við erum að fara yfir ævina, ég ætla að sýna ykkur brot að því þegar Steve Jobs hafði keypt Pixar eða Lucasfilm, Pixar, sem var síðan Pixar af George Lucas. Hann bjóð til Toy Story í gegnum Pixar, var milljarðmenningur, seldi Disney það. Fáum brot þar sem við erum að fjalla það. Þannig að þar eru við konið þar að 1986 þá lendir George Lucas í skilnaði og hann er einhvern veginn að reyna að losa sig, losa eitthvað fé af því hann er einhverjum katastrófískum skilnaði og þá selur hann Lucasfilm til Jobs 1986. Þannig að það er strax ári eftir að hann er hættur þannig að Apple hefur búin að kaupa það sem verður síðan Pixar. Pixar er mjög áhugavert fyrirbæri. Fyrst eru þeir ekki bara að reyna að búa til kvikmyndir, heldur eru þeir að reyna að selja stúdíóum búnað til þess að búa til teiknimyndir. Og eru mjög lengi að gera það. Og að því við erum að tala að Jobs hafi verið með cirka $80 milljónir sem hann átti eftir Apple fjaskóið. Ég ábyrgist ekki þessa tölun, ég held að þetta sé rétt. Þá sem sagt frá því að þá var hann búinn að vera núna þarna næstu ár, 1985, 6, 7, 8, 9, eitthvað svona. Og ég held að hann hafi verið búinn að brenna $50 milljónum í Pixar. Og það gekk ekkert. Það bara gekk ekki neitt. Það var ekkert að frétta þarna. Þú veist, það voru alls konar vörur, það var þessi hugbúnaður, en það var bara, þú veist,
og Jobs bara einhvern veginn sat hann og hafði alltaf ennþá trú á þessu og reksturinn fór bara þannig fram að þeir fóru bara til Jobs á hverju ári og sögðu bara, heyrðu, þetta er hallin, skilur, og hann bara skrifaði ávísun. Þannig að hann var bara að brenna öllum peningunum sínum í þetta. Og þetta er svolítið áhugavert, sko, það er bók sem er eftir gaur sem heitir Lawrence Levy, sem er lögfræðingur og svona rekstrargaur og hann lýsir í hvað stöðu Jobs var, held í 1900, ég veit ekki alveg hvenær hann hefur samband við Lawrence Levy, 1987 eða eitthvað. Og Jobs er að reka þarna Pixar og þeir hafa ákveðna trú á þessari tölvugrafík, þessari kvikmyndagrafík og að búa til mynda því að fyrsta pródúktið hjá Pixar verður síðan Toy Story sem er 1995 og það bara endur lífgaran 10 árum eftir þarna, og það er ekki fyrir þá sko. Þannig að við erum að tala 10 ára en niðurlega tímabil. Við erum að tala 10 ára tímabil þar sem hann er að vesna með þetta í Pixar og hann er að stofna Next. Já, og hann er með Next í gangi og Next er að þróa einhvern hugbúnað en svona, þú veist, stóru hlutinir og stóru hreyfingarnir í lífi Jobs eru á, held ég, Disney og Pixar sviðinu. Það er að segja, Pixar er að búa til mynd sem þeir síðan selja Disney, eru í samstarfi við Disney og sérst, Lawrence Levy, hann skrifa bók Pixar, þannig að hann var fengið hann inn og bara Steve Jobs hringdi í hann, hann lýsir því og hann ringir í hann og segir bara, heyrðu, þarna, mér langar. Hvað sagði hann í þessu símtali? Já, þið verða að hlusta þáttinn í heild á Patreon, skoðanabræður. Þið getur hlusta þar á þetta og aðra skoðanabræðarþætti, margir góðir, margir mjög góðir. Það eru leiti. Fréttir vikunnar í samstarfi. Við Reykjavík Fótó, Mynd, Kaup, Þótt Þorgrímsson, Happy Hydrate. Komist ekki lengra með þetta sinni. Kæri áhorfendur, gleðilegan 17. júní á mánudaginn, haldið hann hátíðlegan, fagnið lýðveldisafmælinu. Haldið áfram að starfa í þá ættjarðarinnar, kjörur fréttaþáttarins, munu þau ást á ættjörðu, ást á sannleika. Við sjáumst hér á þessum vettvangi, von bráðar. Þangað til næst, Guð blessi ykkur.